Uppskrift að góðum degi unnin í samstarfi við Uppbyggingasjóður Norðurlands eystra. Auðlindir okkar hjartans mál. Nýtum þær saman á skapandi og skemmtilegan hátt. Eimur.is. Já, það pínu kalt og jafnvel aðeins rúmlega það. Þetta byrjar kannski eins og hver annar íslenskur vetrarmorgun. Frost úti, skafa bílinn og koma sér milli staða í myrkrinu. En það einmitt það góða við það. Það getur hvaða dagur sem verið góður. Líka þessir ósköp venjulegu. Það komið að við höldum inn í enn einn góða daginn. Fyrsta stopp Kaffi Kú í Eyjafjarðarsveit. Það ætla að fá okkur smá morgumat og fræðast það sem við að gera þar. Kaffi Kú svona afþreyingar kaffihús. Þetta svona kaffihús með smá auka, svona touch. Við í rauninni erum með að bjóða upp á ýmiss konar mat, allt sem beint frá bíli, því að sjálfbærni okkar svona í rauninni markmið með þessu konsepti. Við erum að nýta kjötið okkar og mjólkina og svona í langflestu réttina. Það svona rauði þráin í gegnum matseldina. En svo erum við líka að fræða fólk hvernig, allar þessar hamingjusömu kýr sem hérna inni, bara hérna hinum megin á svölunum. Og þar eru 300 stykki og kýrnar liggja á dýnum og fara í nudd og labba sjálfar í mjólkuróbót og svo kalvaleikskóli sem börnin elska að koma og kíkja á og við segjum fólki svolítið frá þessu og það svona okkar sérstæða. Það sem við erum að gera allan daginn hér. Við teljum að það sé þörf, sérstaklega með nýjum kynslóðum, að segja fólki bara hvaðan mjólkin kemur. Ég held að allan að börnin mín, ef þau hafa ekki alist upp hér eða komið nálægt sveit í dag, þá gætu alveg haldið að þau kæmi bara í flöskum eins og kók. Þannig að það mikilvægt að hleypa fólki að þessu og segja fólki frá og það ekki síður mikilvægt bara fyrir landbúnaðinn í heild að fræða og það svona það sem okkur langaði að gera. Það var svona hugmyndin, það rótin af hugmyndinni kannski. En okkur finnst samt svona svolítið erfitt oft á tíðum að útskýra konseptið, hvað þetta? Og það eiginlega best að gera það ef fólk kemur hingað. Út af þá erum við með þetta einhvern veginn allt fyrir framan okkur og getum sýnt bara hérna í kalvaleikskólinn, hérna fæðingardeildin og þá einhvern veginn fær fólk svona meiri tilfinningu fyrir þessu. Við fórum í svona viðskiptahraðar núna í janúar, byrjum þetta ár af krafti í markaðssetningu og vildum koma okkur svona enn betur á framfæri og fengum ótrúlega góða hjálp í Startup Tourism núna í ár og eitt af verkefnum sem við fórum með þangað var Secret Circle. Við vildum markaðssetja þennan litla hring sem hérna í Eyjafjarðarsveit, sem 20 km rúmur og settum svona á kortu Kaffi Kú, Hrafnagil, Kjarnaskóg og það í rauninni að fólk gæti komið og eytt hálfum degi, heilum degi í að taka þennan rúnd. Það getur farið keyrandi, það getur farið hjólandi, kannski labbandi eða svona heldur langsótt, en allavega á þessum tveim farartækjum og notið dagsins. Þannig að það svona, við erum ennþá svolítið að keyra á það og ég veit að ferðaskrifstofur eru aðeins að nýta sér þetta. Hins vegar upp frá þessu verkefni þá kom annað verkefni með Sími og Hæfnissetrinu sem við erum núna að vinna að, sem ótrúlega spennandi og þá eru bara allir þessir einyrkjar sem eru á svæðinu sem eru miklu fleiri en ég nefndi. Það eru alveg 26 fyrirtæki og þá nær það aðeins lengra inn í fjörðinn og við erum í rauninni svona að búa til svona sameiginlega markaðssetningu og erum að reyna að finna, þetta allt einyrkjar mestmegnis, við erum allir að gera þetta við erum bara að gera þetta í rauninni, þetta svolítið svona passionvinna og við erum að reyna að markaðssetja þetta svæði undir einhverju einu nafni. Hvort sem það verður svo Secret Circle eða eitthvað annað, það erum við að reyna að finna út núna. Þannig að nú byrjum við daginn hjá ykkur í Kaffi Kú. Hvert ætti ég að fara næst? Næst myndi ég að fara í jólagarðinn. Það líka bara núna yndislegt veður, það svona snjór úti og bara fullkominn tímapunktur til að fara í jólagarðinn. Þá fer maður í rauninni
heldur áfram hérna megin í firðinum, við erum svona Laugalandsmegin, keyrir 6 kilometra áfram inn fjörðinn yfir brúna og þá kemur á Hrafnagili, sér maður fara svona, rennir í gegnum það fallega hverfi og svo tekur jólagarðurinn við manni. Og það náttúrulega bara yndislegt að koma. Það allan ársins hring en mér finnst það sérstaklega gott á þessum tíma. Arineldur og svona einhvern veginn, jólalyktin. Það eru bjart úti og Eyjafjörðurinn skín sínu fegursta í frostillunum. Það svo auðvelt að vera samdauna umhverfi sínu sem umleikur mann á hverjum degi og vera blindur á fegurðina sem felst í daglegu lífi. Maður má ekki gleyma að líta öðru hverju upp og vera móttækilegur fyrir því að sjá það fallega í hverjum degi. Sesselja bent okkur á jólagarðinn á Hrafnagili. Hér býr jólasveinninn, já, eða allavega einn þeirra 13 sem við eigum hérna á Íslandi. Það var óneitanlega gott að komast inn úr kuldunum og hlýja sér við opinn arineldinn. Kíkja á allt fallega jólaskrautið, já, og ekki eins frínilegu grílu móður jólasveinana. Hér ekki hægt að fara tómhendur og við fórum strax að leita okkur að hendugri jólakúlu til að taka með okkur á ferðalaginu. Hérna í jólagarðinum í Eyjafjarðarsveit eru jól alla daga ársins og ef þetta dugar ekki til að koma mann í jólafílinginn og þá veit ég hvað gerir það. Sælgæti. Þú heimsótt þetta stóra jóladagatal. Jólin eru eitt ævintýr, full af gleði, hlátri og töfrandi hlutum. Gleðileg jól. Já, það er óhætt að mæla með jólagarðinum og við ætlum að halda áfram með Secret Circle og kíkja í Kjarnaskóg. Þótt sem búin að borða ansi mikið þá getum við alltaf bætt á sig einni piparköku í viðbót. Gróðursetningin hófst einhvern tímann ekkert löngu eftir stríð og það var mjög mikið svona almenningur í bænum, félög, kallakórinn og hinn eru þessi sem tók að sér svæði og gróðursettu og börn á unglingsaldri og jafnvel grunnskólaaldri og svo gróðursetja. Svo þegar skógurinn fór að vaxa svolítið upp þá fór menn að hugsa hvernig var að nota þennan skóg og þá var hérna framkvæmdastjóri Hallgrímur Indriðason sem er skógfræðingur og lærði í Noregi. Og hann er líka skíðagöngumaður og það voru fleiri skíðagöngumenn á Akureyri sem litu hýr og auga til skógarins sem svona útivistarsvæðis þar sem væri hægt að leggja svona skíðagöngubraut eins og er í Noregi. Þó að trén væri ekki há þá
þá sáum við fyrir sér einhverjum svona skógarmenningu og vildu ganga hérna í skjóli á gönguskíðum og það var í rauninni kveikjan að því að þessi stígur sem við erum á núna, aðaltrinnbrautin, var lagður. Þessar hugmyndir komið hérna upp úr 70, ætla ekki verið 74 cirka sem var byrjað að leggja þetta og margir vita það ekki. Þetta var í rauninni skíðagöngubraut, hugsuð fyrst. Já. Og þetta var áður en fólk fór að skokka. Já. Sko, skokkbylgjan kom ekkert fyrir en var það ekki í kringum 80, jogging, jogginggallarnir og allt þetta. Akkurát. En þarna á undan vorum við hugsa um þetta sem skíðagöngubraut og það hefur hún verið allir tíð. Menn fór að tróða hérna spor þegar var snjór á veturna og síðan kemur þetta svona bara stig af stigi. Menn fara að hugsa um þetta sem göngu og hlaupa braut líka. Já, þannig þegar snjórinn kemur hérna þá kemur skíðagöngubrautin, þá tróðið fyrir henni. Og fólk fer fljótlega, eða bara strax úr snjóa, þá fór fólk að hafa sambandi skórnafélagið og spyrja hvenær verður tróðið. Já. En það er náttúrulega gett að tróða fyrir það er komið svolítið, þeir tala um það sem sóla, það verður komið svolítið til sóli, svo að tróðarinn fari ekki bara niður og í mölina. Já, einmitt. Þannig að það þarf svolítið snjó og hann höfum við ekki fengið nema eitthvað smá snert á honum núna fyrir í haust, en síðan hefur bara verið snjólaust. Já. Þannig að Kjarnaskógur, þetta er ekki síður paradís á veturnar? Allt árið, sko. Við getum ímyndað okkur, hér voru bara tún og mýrar og einhver engi áður skógræktin hófst. Hingað kom enginn. Inn í skóginn er þetta að koma öllum árstímum. Eins og kjörorð félagsins eru, sko. Kjarnaskógur, alltaf logn. Við þarfum að gruna það. Þeir eru að leiðin tilbaka. Spurning hvort þetta maður ekki það. Núna erum við búin að fara á Kaffi Kú í Jólagarðinn og svo núna í Kjarnaskóg. Allt er þetta hluti af Secret Circle sem eru hugmyndir af því sem er gott að gera á góðum degi í Eyjafjarðarsveit. Við erum ekki tætt, við erum á leiðinni á Akureyri. Uppskrift að góðum degi er unnin í samstarfi við Uppbyggingasjóður Norðurlands eystra. Auðlindir eru okkar hjartans mál. Nýtum þær saman á skapandi og skemmtilegan hátt. eimur.is